Jæja, komið sæl og blessuð! Við erum velkomin í þriðju umferð Íslandsmeistaramóts mótorhjóla í kappakstri. Við erum myndið upp á kvartmýlubraut eins og svo oft áður. Af því að við erum kvartmýluklúbs Rásinn, sjáðu til. Keppnin fyrir að hæfast núna til smástund. Örfáar mínútur í að keppendur fara að kýla sig upp á braut. Flugvél upp í loftinu sem þið sjáið. Þetta skot, þetta er einmitt úr myndavélinni, úr flugvélinni. Flugvélin hér. Þetta er myndavélin sem er í flugvélinni. Þar tók hann það. Herðu, tímatökunni er lokið. Skipti ég yfir á stöðuna nú. Það er búið að skipta session. Þar fór það. Skemmtileg. Ég get sagt ykkur það sem gerðist. Stefán Orlandi tók langbesta tíman í náðan, tók 1:23.4. Svo er það Jóhann Levi Jóhannsson sem var með 1:24. Árni Þór Jónasson sem tók 1:25. Það er svolítið bilað á milli í fyrstu þriggja. Allt í lagi. Eflaust góð kappakstri sem við fáum þetta samt. Svo er Jóhann Sigurjónsson sem er í 4. sæti með 1:25 líka. Hann er 22.000. á eftir honum Árna Þór Jónasson. Ég er ekki að segja ykkur satt. Hvernig sýnir þetta mér ekki best lap? Heldur ég vilja sjá last lap? Þarna! Þetta er ekkert rétt. 1:23.4 hjá honum Stefán Orlandi. 1:24.2 hjá honum Jóhann Levi Árni Þór með 1:25.0. Svo er Jóhann Sigurjónsson með 1:25.2. Þannig að það er mjög þétt þarna mönnum.
25 sekundur, 1.25 alveg niður í 7. seti, þar sem Ingólfur Snorrason er með 1.25, 9, 2, 7. Sjá hvort ég geti eitthvað sána. Bara bím. Svona. Vandamál leyst. Þetta sjáum við í tímatökuna. Það komið grænt í brautina. Hittum við eitthvað hljóð á þetta stöf. Má truflanir í einu mæknum hjá okkur. Ekkert í því gert. Við verðum að lifa með þessu hjá okkur. Það er eitthvað sem náttúrulega bara vindur. Það er smá vindur hérna fór líka. Það er einhver legend. Fylgjast vel með. Það eru áhorfendur. Mótorhjólinn farin að koma sér út í braut. Heyrist mér. Ekki rétt. Þeir eru komin á staðinn sem sjóið. Hér er kappastur í fyrsta hring. Jóhann Leví og Stefán Orlandi í bullandi baráttu. Ef mér skjáttlast ekki, ég er náttúrulega bara að horfa á höflu hérna sæti. Þannig að ef hengan á að snigla sér upp úr þriðja í fyrsta þá misti ég á því. En við sjáum núna eftir smástund og koma þér yfir línuna.
Og við getum þessi hjól liggja algjörlega á hlið þarna í beginni. Rautt flagg í braut. Rautt flagg í braut. Ég veit ekki hvað skeiði. Er einhver upp í hairpin? Ég heyri bara rautt flagg, rautt flagg. Já, ég gerir mig enga grein fyrir því hvað skeiði hér. En við sjáum hérna tíman allavega á keppendum. Stefán Orlandi var með besta tíman. En Jóhann Levi náði að sníkla sér fram úr honum þetta. Það er mjög spennandi. Svona. Mjúta þetta hljóð þetta.
10 mínútna pása er hafin sem að keppendur ætla að fá að hita upp dekkin sína eins og þegar henni lýkur þá fyrir við aftur í keppni ræst upp að nýtt. Við sáum ekkert hvað gerðist og erum ekki ennþá komin með þá hreint. Það virðist einhver hafa annarkvort dottið að farið út úr braut eitthvað, ég hef ekki hugmynd. Við bara bíðum eftir næstu keppni því allan að lítur út fyrir að það verið spennandi kapastur þegar að Jóhann Leví nær að tróða sér aftur fram úr Stefano Orlandi. Stefano Orlandi var með talsvert betri tíma í tímatökunni, náði ekki þeim hring í fyrsta hringnum, náði ekki góðum hring. Þannig að ef að Jóhann Leví nær að gera þetta aftur og halda honum fyrir aftan sig, þá er spennandi stöf að fara að gera þetta fyrir okkur. Við hingrum bara. Sex mínútur.
Jæja, þá fyrir þetta að hefjast okkur aftur. Endurræsing á þessari keppni. Það ekki full endurræsing, skilst mér. Þetta bara verið að keyra keppnin aftur á stað. 1 hringur búinn. Keppendur að tía sér út. Sjáum við tíman á mönnum hérna í síðustu, á fyrsta hring. Keppendur komnir á stað. Þetta Jóhann Leví sem þarna fermstur eða þetta Stefán Orlandi? Ég ekki viss. Það Stefán Orlandi sem í fyrsta. Jóhann Leví hefur ekki náð að koma sér fram úr í rístartinu.
Ég sjáum við baráttu þriðja sæti. Stefán Orlandi komið langt fram. Þarna eitthvað framarakstur í gangi. Eða hvað? Nær hann að halda þessu? Já. Þetta myndi hafa verið Árni Þór held ég að fara fram úr Jóhann Sigurjónsson. Ingólfur komin upp í 7. sæti úr 7. sætinu. Nei. Jú. Stefán Orlandi ennþá fremstur. Við erum að fylgjast þetta með baráttunum þriðja sætið. Og nú staðfest hver fór fram úr hverjum þetta smá. Tímataflan breytist. Það var Jóhann að fara fram úr Gylfa Þór. Frábær framarakstur hérna. Það virðist vera góð beygja í þetta. Það hérna Stefán Orlandi í fyrsta sæti, Jóhann Leví í öðru, Jóhann Sigurjónsson í því þriðja, Árni Þór kominn upp í fjórða, Gylfi Þór kominn niður í fimmta. Hér barátta. Eru þétt saman þessir. Luka standa sig eins og hetja hérna á drónanum. Erum við upp í Hairpin beygju.
Já. Það ennþá Stefán Orlandi í fyrsta sæti. Kom með gott bil í næsta 7 sekúndur tæpar þetta á undan. Honum Jóhann Leví sem í öðru. Svo Jóhann Sigurðsson, Árni Þór og Gylfi Þór sem að berjast þetta þriðja sætið. Tekur prjónið. Við skulum fylgjast með baráttunni þetta orðið barátta fjórða sæti sýnist mér. Nei, þetta Árni Þór sem þetta rétt og eftir Jóhann. Hvítt flagg. Það síðasti ringur. Ágætis bíl hér á milli. Hvað að gerast hér? Þessi fremstu, já, það hefur verið að hringa einhvern vantilega með hraðamunin á þeim. Ingvar komið svo fram úr Bjarti Snær. Eins og við höfum nú reyndar séð það en það bara sást á töflunni. Sjáum við hvíta flagginu veifað. Stefán Orlandi sigrar Jóhann Leví í öðru. Jóhann Sigurðsson í þriðja sæti. Árni Þór í fjórða. Gylfi Þór í fimmta sæti. Kemur Ingólfur Snorrason. Þá það Ingvar Samúelsson sem ætlar að koma yfir línuna. Þannig fór það á fyrri lotunni hérna í dag lokið.
Og við hingurum spögg eftir næstu keppni. Næstu lotu. Eitthvað. Opna ég upp dagatalið. Eða dagskrána í dag. Seinni keppnislota skal hefjast 15:30. Það er stutt í það. Möguleiki að það verði einhverja tafir á því þar sem voru tafir í byrjun áðan. Við erum að horfa á dróna. Takk fyrir kúlskot. Og ég læt ykkur vita betur með það eftir smá stund. Þegar ég fæ þær upplýsingar. Þangað til skulum við gera ráð fyrir því að það sé bara korter í næstu keppni. Það væri juicy. Minni bið er alltaf eitthvað jákvæmt fyrir okkur. Kíkjum hérna yfir á standingstöfluna hjá okkur. Stefán Orlandi 22. Another high you're chasing, another lie just to keep me hanging on a feeling I can't believe that I thought that you could change. Caught up in all the games you're playing, I can't bring myself to walk away. Play along and maybe this time everything will turn out alright. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you leave me in the dark. I'm sick of this fake love, when I'm not the one you're dreaming of, dreaming of. I'm more in love with the thought of the you I wanted than who you really are. I'm sick of this fake love, and it's tearing me apart. Why can't I find it in myself to let go? Sever the ties to the high that got me low. So scared of being alone, forcing feelings just to stay close. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you tear my world apart. I'm sick of this fake love, when I'm not the one you're dreaming of, dreaming of. I'm more in love with the thought of the you I wanted than who you really are. I'm sick of this fake love,
Það eru komnar upplýsingar, 15.50 hefst keppni nr. 2, þannig að við þurfum aðeins að hingra til 15.50. Smá töf.
I took what you can. Destroyed it all. I had to lose everything to know that I was wrong. And now I see what was true all along. Avoiding me. Now that everything is gone. That we don't even need to try.
Jæja, kæra fólk. Áförum við að byrja aftur. Keppendur eru að koma sér út úr braut. Jæja. Rónin farin á loft. Keppendur eru búin að stilla sér upp. Eða eru að stilla sér upp. Við erum að fara að fá að sjá ræsingu. Smá stund. Laggi er komið á loft, þau eru farin. Þétt hérna í byrjun. Þeir eru að snigla sér inn á innri. Þeir eru í hairpin beginni. Þeir eru að reyna framúrakstur þarna. Þeir Árni Þór held ég að reyna að koma sér fram úr Jóhann Leví. Honum virðist hafa tekist það. Það er eitthvað að gerast þetta í bakgrunninu líka. Drónin okkar farinn. Hart barist þetta annarsætið. Nei, það er aðeins út í möl og allt. Árni Þór búinn að sníklast upp í annað. Jóhann Leví ætlar ekki að sleppa honum frá sér. Við skulum passa okkur að fylgjast vel þar með baráttunum annað sæti. Stefán Orlandi strax byrjar að mynda gott bil. Jóhann Leví hangir vel hérna í Árna. Jóhann Sigurðsson er þarna fyrir aftan þá. Bíður eftir einhverjum mistökum hjá þeim svo hann geti nýtt sér það. Þurfum við, þarna vantar einn. Hann er kominn aftur á stað. Þá förum við og fylgjumst með baráttunni hérna annað sætið. Árni Þór er ennþá undan.
Má dill þarna hjá honum. Bilið í Stefán Orlandi er nú ekki eins stórt að ég bjóst við. Virðist vera sem svo að Árni Þór sé eitthvað aðeins að sækja á hann. Stefán Orlandi 1.22, við vitum hann á inni meiri hraða. Hann kemst í 22.2, eða 22.4 gerði hann í tímatökunni. Við vitum hann á það inni. Hér virðist vera ykkur barátta síðasta sætið með skjálftastykki. Við ætlum að fylgjast betur með fyrsta, öðru og þriðja hérna. Stefán Orlandi aðeins byrjar að stækka biliðina núna. Hann hefur heyrt í mér. Stefán Orlandi hérna fremstur. Árni Þór og svo Jóhann Leví. Sjáum við Gylfa. Hérna kemur Ingólfur Snorrason. Við förum aftur hérna og fylgjumst með topp 3. Og Stefán Orlandi og bilið sem hann er búinn að mynda hérna. Árni Þór og fleiri ferðið eftir honum, en komið stórt bil yfir í Jóhann Leví. Spurning hvað það er. Veldur því að Jóhann Leví er ekki að ná sömu tímum og hann var að ná áðan. Eða er það bara Árni Þór sem er búinn að bæta sig svona svakalega? Rast. Skella sér þetta aðeins í mölna.
Þetta Stefán Orlandi hérna fremstur og Árni Þór virðist vera að sækja eins á hann. En eins og við vitum frá tímatökunum þá var Stefán Orlandi með 1.22.4 þannig að hann á cirka bát sekundu inni. Hann þarf að fara að finna þessa sekundu. Það er gaman að sjá tímana á þessum ring. Þeir eru uppfarast. Árni Þór sé að bæta tímastunni eitthvað. Árni Þór að fara þarna 1,2 sekundum hraðar á þessum ring. Stefán Orlandi var að taka 24.4 áðan síðasta ring og Árni Þór tók 23.5 þannig að 1,1 sekundu á eftir honum. Það er spennandi að sjá hvort að ná honum hérna. Það er hvítt flagg, þetta er síðasti ringur. Framhörstur hér. Það er að ringa eða hvað er verið að gerast. Í hairpin-beginni hérna. Þessir hérna tveir. Bíddu nú við. Bíddu nú við. Er þetta Stefán og Árni eða? Eru þeir búin að skipta sæti? Nei, ha? Þetta er aðrir. Það er að segja hvít flagg á hennan. Jóp, og þarna er það komið. Þetta voru þeir að fara í markið. Stefán Orlandi og Árni Þór. Árni Þór náði að koma sér á undan. Náði að snikka sér upp í fyrsta sæti á síðasta hringnum. Það er það sem við sáum gerast þarna í drónanum áðan.
Ég veðrast allir upp. Magnað að sjá það, alveg í blá lokin. Já, þetta var að taka smá prjón og stæla. Fíla það. Flaggið er á fullu. Það er Árni Þór sem tekur fyrsta sætið. Svo er Stefán Orlandi í öðru. Þráttur að hafa sigrað síðustu keppnina, fyrri keppnina og verið með langbesta tíman í tímatökum. Skulum halda drónanum á lofti aðeins, taka kúlskot í bitinum. Svo er Jóhann Leví í þriðja sæti, Ingólfur Snorrason kominn upp í fjórða sæti, Gylfi Þór Héðinsson í fimmta sæti, svo er Jóhann Sigurjónsson í sjötta sæti, Ingvar Samúelsson í sjöunda sæti. Og er þetta ekki Bjartur Snær hérna að koma í línuna? Og svo Ugnius líka. Status núna, er þetta búið? Já, bara að taka þetta. Og bara nær mótorhjólum í bitinu, en samt verið í þessari hæð. Bara svona snúa næst niður á þá. Ég sjáu þið pittin í mótorhjólunum. Nei, mótorhjólinn í pittinum. Seinni umferð dagsins lokið. Virkilega gaman að sjá Orlandi missa fyrsta seti. Ekki það að mér sé eitthvað illa ef Orlandi, það er bara alltaf gaman að sjá framúrakstur og hvað þá svona á síðasta hring. Stórkostlegt. Gríðarlega stórir skuggarnir hérna. Jæja, skiptum yfir á stöðuna. Þá er deginum í okkur lokið í dag. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að fylgjast með okkur. Það er kappastur á morgun. Alls ekki missa því, það eru 8 bílar skráðir í kappasturinn, þannig að þetta verður loksins eitthvað juicy. 8 bíla 1000 kúbika kappastur. Við munum byrja á svipum tíma á morgun. Fylgist bara með hérna á rásinni. Skellum þessu inn á eftir. Þessu er lokið hjá okkur í dag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Sjáumst næst. Það var stórgott.